Komið sæl, Konráð heiti ég og er frá Bus Travel IT. En Bus Travel IT er spin-off verkefni frá ferðaþjónustufyrirtækinu Bus Travel Iceland. Við höfum þróað og hannað hugbúnað sem hjálpar ferðaskipuleggjendum að auka hagræðingu í rekstri. Þegar ferðaþjónustuaðilar eru að bjóða upp á dagsferðir eða afþreyingu, þá skiptir gríðarlega miklu máli að sem mestu tími og orka geti farið í það að veita framúrskarandi upplifun. En staðreyndin er oftast önnur. Það er gríðarleg vinna á bakvið áður en þjónustan er veitt. Undirbúningur fyrir ferðirnar, svo sem tölupóstur, símtöl og undirbúningur fyrir ferðirnast líka, er oft mikill. Okkar markmið er að reyna sjálfvirknivæða þetta ferli, þannig að ferðaskipuleggjandinn geti sett sem mesta fókus í að veita upplifunina. Ferðaþjónusta í Íslandi hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár. Bus Travel Iceland naut góðs af því að félagið óx rúmlega tífalt síðustu 3 ár. Slíkum vexti fylgdu gríðarlega mikla áskoranir, mörg vandamál. Fyrir utan áskorun í sölu- og markaðsstarfi var mikil vinna í bakvinnslu og mikið álag fylgdi miklum vexti. Okkur tókst að leysa ákveðin vandamál með innleiðingu og tæknilausnum, svo sem bókun, sem er íslensk lausn, sem hjálpa okkur að byggja upp dreifileiðir og fá inn alla bókanir á einn stað. En vandamáli var ekki leyst. Þegar við vorum komið bókanir á einn stað, þá tók við óskilvirkt ferli að meðhöndla bókanir. Við ákveðum að byrja að forrita okkar eigin lausnir, einfalda ferla, og að lokum 2 árum síðar voru komið heildstæða lausn sem náðu utan allan reksturinn. Ég ætla að fara með ykkur aðeins í gegnum hugbúnaðinn sem við höfum þróað og sýna eitt dæmi eitt ferli sem við hjálpa okkur gríðarlega að auka hagræði. Og þetta snýr að pick-upi eða sækja farþega fyrir ferðina sem margir ferðaþjónustuaðilar eru að glíma við í dag. Flestir vinna þetta á pappír, gríðarlega mikil símtöl og samskipti milli þjónustuborðs, bílstjóra, viðskiptavinnar og ferðaþjónustuaðila. Ef við skoðum til dæmis hérna, er bakendinn sem þjónustuborðið okkar er að nota, þá sjáum við kannski ekki alveg skýrt, en efst er bókun frá Tommy og pick-up-staðurinn er ekki inni. Í bakendakerfinu þá getur þjónustuborðið, þá fær það inn alla bókanir þar sem einhverjar villur er í bókun. Og þannig er hægt að hreinsa upp alla bókanir fyrir brottfarardag. Í tilviki Bus Travel Iceland skiptir máli að pick-upið sér rétt. Fyrir önnur ferðaþjónustufyrirtæki gæti þetta verið einhvers konar búnaður sem þarf að nýta í ferðina, fyrir köfunarfyrirtæki eða eitthvað slíkt. Þegar búið að hreinsa upp bókanir með því að senda sjálfvirka tölvupósta á farþega, þá tryggjum við að allar upplýsingar séu til staðar á brottfarardegi og þjónustuborð áður þá fær kúnninn sem senda hann tölvupóstinn sjálfvirt og fyrir sjálfur í bakenda þar sem afgreiðir sig sjálfur og stillir af þá réttar upplýsingar. Þegar allar upplýsingar var komnar á sinn stað, þá raða þjónustuborð farþegum niður á bíla í tilviki Bus Travel Iceland. Þannig á skilvirkan hátt sé hægt að sækja alla farþega með þeim rútum sem hefur verið að nota hverju sinni. Farþegalistin eru sendir í iPada í bílunum og bílstjórinn er með gott yfirlit yfir alla farþega sem hann þarf að sækja. Hann merkir arrived ef þeir eru á réttum stað. Ef þeir eru ekki mættir á staðinn, þá ýtir á no-show, tíminn byrjar að tikka niður og farþeginn fær endalaust að skilaboðum í formi SMS, tölvupóst og þjónustuborð fær líka meldingum að hringi í farþega. Árangurinn hefur verið stórkostlegur. Tími og kostnaður við að sækja farþega hefur snarminnkað. 90% öllum farþegum sem verða no-show enda borð í ferðinni. Og ánægja viðskiptavina og starfsfólks hefur aukist gríðarlega. Hérna er dæmi skjámynd sem er inn á skrifstofu hjá okkur og hægt að hafa yfirlit yfir allt pick-up á meðan á því stendur.
Við erum komið 3 viðskiptavini í dag, 2 fyrir utan Börstravel Ísland. Það er Gentle Giants á Húsavík og TA Scotland sem er ein fyrsti erlendi konun okkar. Við teljum að sé gríðarlegt markaðstækifæri erlendis fyrir þessa lausn. Og svo staðreynd að aðeins 20% af ferðaskipuleggjendum á alþjóðavísu eru með stafrænar lausnir í að veita þjónustu sína, segir okkur að tækifæri sé gríðarlegt. Við erum nýbúin að stilla upp verðskrá sem við erum að setja í loftið. Hún er þríþætt eftir umfangi rekstrar, allt frá litlum ferðaskipuleggjendum upp í stóra, í formi mánaðar áskriftar. Teymið, við erum 5 manna teymi, þar eru 3 forritarar. Ásamt Florian og Grace, þá erum við okkur Hildur sem býr í Oslo og Peter í Slóvakíu. Framöndan í verkefninu við erum búin að taka hugbúnaðinn, setja hann í nýtt félag, vinnu núna að fjármögnun. Við höfum sótt styrk í Tækniþróunarsjóð og erum að leita fjárfestum inn í verkefnið. Við erum að klára þennan frábæra viðskiptahraðal, Startup Tourism, og erum afskaplega þakklátt fyrir það stuðning sem við fengið í að þróa verkefnið þar. Við munum að setja á stað sölu á innlendum markaði í apríl. Í maí hefur okkur verið boðið í viðskiptahraðal í San Francisco sem heitir Ting og við teljum að hann muni opna okkur tækifæri erlendis og í framhaldi af honum munum við hefja sölu og markaðssókn erlendis og vonandi verðum við búin að ljúka fjármagnu fyrir mitt sumar. Í framhaldi af því munum við reyna að skala upp fyrirtækið með ráðningu á fleira starfsfólki. Við teljum að við höfum þróað lausn sem á mikið erindi bæði við erlenda ferðaþjónustuaðila en ekki síður íslenska. Við höfum gríðarlega metnað fyrir að geta komið þessu á markað á Íslandi og stutt íslensk ferðaþjónustufyrirtæki í að auka hagræðingu í rekstri. Ég hvet ykkur til að koma og skoða lausnina hjá okkur á Básnum í dag. Takk fyrir okkur.